Hæ, þú þarft að vita þetta sem ég hef að segja. Það getur breytt lífið þínu. Það er svo mörg atriði sem nefnilega geta breytt lífi manns, en við stjórnum því. Og þá er það til dæmis hvernig ætlar að hafa heimilið þitt. Því á heimilinu þínu, það er eins og að búi andi á heimilinu þínu. Og það býr andi. Það býr sá andi sem þú býrð til. Stundum er það líka að það býr andi annara ef það hefur verið rifrildi, leiðindi, niðurnísla. Því þá safnast saman erfiðar orkur sem að geta einhvern veginn haldið áfram að vera. Ég er alltaf að breyta á heimilinu mínu, færa eitthvað til að gefa kraft. Og maður þarf að búa til kraftin á heimilinu bara alveg eins og við klæðum okkur í. Og takið eftir því hvað það er gaman þegar þau eru búin að sortera hluti og gera eitthvað nýtt. Bara meira að segja að kveikja á kerti, þá byrjar ný orka. Kveikja eld, kveikja á kerti, þá byrjar að hugsa fallega. Þetta er salvía og fæst hérna í kalis og það fæst á gjafir jarðar og ýmsum stöðum. Þetta er sem sagt, þetta notuðu indjánarnir til að hreinsa í kringu sig, hreinsa orkuna, hreinsa sálina og fá skýrari sýn. Þú átt að fara með þetta svona í kringum heimilið þitt því að allt skiptir nefnilega máli. Til dæmis ef þú ætlar að sofa vel, þá máttu ekki hafa neitt dót inn í herberginu þínu. Og það þarf helst að vera málað í sama lit og allt svona svolítið eins. Og því að draumarnir og svona, ef það er óreiða í kringum þig í herberginu, þá skapast óreiða í draumum þínum. Og þetta gerist oft hjá börnum sem að eru óvær og svona, það er allt og mikið á dóti. Það þarf að vera klippt og skorið. Til dæmis að hengja myndir á veggi. Hefurðu spáð í það? Sumir eru með myndir af öllum barnabörnunum sínum eða öllum vinum sínum út alla veggi. Og alltaf er það svoleiðis. Aðeins kannski hafa sérstakann stað bara fyrir þetta fólk og ég sérstaklega hugsa þetta fyrir mig vegna þess að ég á svo mörg barnabörn og það væri ekki neitt karakter hjá mér. Og myndi það að það er að hafa karakter á heimilinu sínu. Þegar þú lappar inn hjá einhverjum, þá finnurðu hvernig þér líður og það er karakterinn sem manneskjan skapar. Hjá eldra fólki finnur þú ofta að það hreyfist ekkert af því að það er allt eins og það var fyrir 10-15 árum. Enda ekkert að gerast. Og til þess að við höfum eitthvað að gera, þá skulum við breyta heima hjá okkur. Við skulum gefa hlutina, fá nýja hluti. Eftir því sem þú gefur meira, þá færðu meira. Eftir því sem þú ert meira góður, þá er alheimurinn meira góður við þig. Svo að þú verður að skoða að það er maður er eiginlega eiginga. Að vera góður, þannig lagað séð. Svo er það með spegil, að láta spegil snúa út. Ég hef spegil á hurðinu minni, láta spegil snúa út á glugga og þá heldur öllu því illa í burtu. Þetta er gamall siður og fornhefð og við erum að tileinka okkur svoleiðis hluti. Steinar skapa orku. Steinar voru upphaflega náttúrulega að koma úr eldfjöllum. Og steinar vaxa, vissið það. Og það er þannig að fyrst myndast gosið og kemur grjót og inn í honum myndast gas og þá koma kristallar. Og svo að steinar eru sífellt að vaxa og það meiri sig hægt að rækta steina og ég hef stundum keypt svoleiðis frá Brasilíu. Og að finna út hvað steinarnir þýða, gera góð tákn á heimili, hafa hjörtu. Þú veist, hafa fallega skrifað, elska heimilið því það hækkar það þína orku og þér líður betur. Ég er að tala hjörtu eða eitthvað fallegt sem að svona nærmanni, eins og til dæmis þetta hjarta sko. Svo skrifa ég á speglana og sko, ég hef svo mikið af speglum og þeir eru búnir til úr sandi sem er steitt svo að speglar hafa mikla orku. Svo það er mikilvægt líka að hafa spegla. Og við gerum það hér í þessu húsi, þá skrifum við með sérstökum túspenna hvað við ætlum að gera yfir daginn. Þá skrifum við það kannski og það tekur kannski viku eða svona viku fram í tíman stikkorð inn á klósetti líka því ég er með svo mikið af speglum. Þetta er hrafntinnusteinn og hann er að því allir steinar hafa vissa orku og
það sagt að hrafntinnan að hún haldi líka hennu góða frá nei, hennu góða inni og haldi hennu illa frá. En það líka sagt að ef við erum með mikið af hrafntinni þá yfirildi og ég lendi í því þegar ég fekk stóra fötu fulla af hrafntinnu að það varð allt vitlaust á heimilinu. Ekki að ég hafi beint alveg trúað því, en samt. Og málið líka, ef þú trúir ekki að hlutirnir séu svona, þá það heldur ekki. Svo þú skalt bara skoða það, þegar þú kveikir á kerti, þegar þú setur nýtt ljós inn. Og það þarf ekki að vera merkilegt sem þú gerir, og það þarf ekki að vera dýrt. Mér finnst ekkert skemmtilegt að koma inn í karakterlaust hús. Það sem allt eins og í hinu húsinu og allir eru með það sama úr sömu búðinni. Og núna ég byrjuð í nýju brjálaði. Ég álpaðist inn í verkfæralagarinn í fyrsta skipti á ævi minni og fékk það svo geggjaða málingu. Og nú ég bara byrjuð að mála allt. Ég málaði búddann minn, ég málaði þennan vasa, þú veist, og setti hann fjaðrir, því þær á lífi, sko. Og breytti bara með því að gera eitthvað svona. Því að það sko, þegar þú búin að gera eitthvað svona, þá líður þér betur og þú verður ánað með vel unnið dagsverk og andinn, the spirit of the house, karakterinn í húsinu þínu, verður líka ánaður. Hann eins ánaður og þú ert. Og ef þú ert alltaf að væla yfir húsinu þínu, þú verður endilega að flytja þangað eða þangað og þetta sé alveg ómögulegt, þetta heimili, lítil herbergi og allt of ekkert skápa, pláss og ömurlegt eldhús, þá ertu búin að setja þann spirit inn. Og þá getur þú alls ekki fluttað hann í burtu vegna þess að það heldur þér föstu. Neikvæðni heldur þér nefnilega meira fast heldur en annað. En að bara til dæmis að þú ætlar að selja húsið, að segja takk fyrir allan tíma sem ég fekk að vera hér. En nú að koma einhverju betri til að hugsa vel þig. Sjávarsalt líka mikilvægt. Sjávarsalt náttúrulega bara vatn. Seta salt, sjávarsalt í skál og blessa það. Alveg eins og við blessum matinn og sendum blessun til einhver sem veikur. Sendum fallega blessun á Facebook eða hvernig sem það Blessa saltið. Ég nota svona Himalaya salt, þetta svona sem appelsínugult. Ég nota það líka mikið í baðið. Ég ekki hrifin af lömpunum samt. Taka svona pínlítið og strá í hornin. Strá í hornin. Hreinsa burt neikvæða orku. Það getur komið neikvæða orka með fólki. Og með hluti sem að gerast, ef við tökum of mikið inn á okkur, alheiminn og það sem að gerast þar, þá kemur það inn á heimilið og gerir drungalegt. Bara eins og það sem við búin að ganga í gegnum síðasta 2,5 árið, gerði heimilið drungalegt, hugsunum hvernig einhverjum liði og eitthvað. En núna skulum við byrja, og við byrjum bara á einni skúffu, að breyta eitthvað til, breyta einhverjum lit, það þarf ekki að kosta neitt. Ekki nokkurn skapaða hlut. Byttu bara að það komi til því. Af því að við höfum mikið segulafl. Við fáum það sem við hugsum. Og ef við erum neikvæð og lágt niðri, þá heimilið okkar þar líka. Svo nú opnum við upp á gátt og hleypum sólinn inn og ég elska þig. Þú getur þetta.